samkomu í kvöld í United, gott að sjá ykkur. Ég veit ekki með ykkur en desember er búin að fara svona ekstra eitthvað hart í mig þetta árið. Ég mjög mikið jólabarn og hlakka alltaf mikið til en stressið hefur því miður náð mér og örugglega fleiri sem að upplifa eitthvað jólastress eða jólakvíða eða auðvitað hvað sem eru öll misspennt fyrir jólunum eftir hvar við erum stödd í lífinu. En ég trúi því að þegar við gefum Guði tíma mitt í svona skrýtnum mánuði að þá mæta hann og við erum örugglega sigur stað í lífinu, mörg inni, mörg kannski búin að ganga með Guði í 20, 30, 50 ár, aðrir kannski koma á samkomu í fyrsta skipti. En mér langar bara að hvetja ykkur að gefa Guði það sem þið getið og gefa honum séns í kvöld af því að hann svo sannarlega er trúr og sannur og endilega syngi með okkur og syngi textan út. Og kannski hefur hann ekki endilega merkingu fyrir ykkur í dag en það er samt svo gott að tala svona orð út í andaheiminn og trúa því. Og fyrsta lagi sem við ætlum að syngja er I'm gonna see a victory. The weapon may be formed but it won't prosper. Ekki það sem Af því að hvað? Guð er með okkur og hann berst fyrir okkur. Og ef við bara gefum honum okkar líf þá mun hann sjá til þess að við komumst í gegnum þá erfiðleika sem við erum að koma á móti, facing. Glíma við, takast á við, takk. Þannig að endilega rísum á fætur því sem viljið og syngjum með okkur og lofum Guð með okkur í kvöld og gefum honum kannski eitthvað ekstra smá meira í kvöld. Halleluja. Amen. Drottinn Jesús, við þökkum þér, halleluja, fyrir að við fáum að koma í þitt hús, Drottinn Jesús, að við fáum að lyfta upp þínu nafni, halleluja. Viltu gefa, Drottinn, að lofgjörð okkar verði hrein og heilug frammi fyrir þér, Drottinn Jesús. Að þú fáir alla dýr, Drottinn, halleluja, og allan heiður, halleluja. Því þú einn er konungur, konunga og drottinn, drottna Jesús. Við gefum þér þetta kvöld, halleluja, og við biðjum þig, drottinn, viltu koma og mæta á staðinn, drottinn, halleluja, og snerta við hjörtum okkar. Dýrsi þér, Jesús, amen.
you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Victory, I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Amen, halleluja, halleluja. Stundum, halleluja, þá lendum við í einhverjum kringumstæðum í lífinu, halleluja, og sem að, halleluja, líti ekki vel út. Djöfullinn nær einhverjum tökum eða eitthvað gerist, en Guð ekkert megn, halleluja, halleluja. Þar sem djöfullinn kemst inn og reynir að breyta einhverju, hafa áhrif, skemma fyrir okkur, þá Guði ekkert megn. Og hann getur tekið okkar verstu kringumstæður, okkar verstu ákvarðanir í lífinu og breytt þeim til blessunar. Halleluja. Guð það góður að hann tekur okkar stærstu mistök og gerir þau að vitnisburði fyrir hann. Halleluja. Halleluja. Við þökkum þér drottinn Jesús. Halleluja. Syngjum saman. Halleluja. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Syngjum einu sinni en maður heyra ykkur. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord.
eitthvað í kvöld. Halleluja. Ef Guð er með í verki þá sigur í öllum kringumstæðum okkar. Við þurfum bara að treysta honum fyrir líf okkar. Við erum hjartalega velkomin og United samkomin, gaman að sjá okkur ekki svona mörg, að því ég sé ykkur ekki. En gaman að sjá okkur hér í kvöld, yndislegt. Ef við ekki byrjaði að rísa á fætur, eru nokkuð bænarefni sem ákomið til okkar og síðan erum við öll með bænarefni á okkar hjarta fyrir einhvern sem í kringum okkur eða jafnvel okkur sjálfum. Sama hvað það er. Desember getur verið erfiður mánuð fyrir mjög marga og samfélagið skiptir mjög miklu máli. Við verum hér í kvöld og síðan verðum við aftur næsta mánudag. Svo vitið náttúrulega það samkomar allar helgar út allan bæ. Það að gera að vera með bræðrum og systrum og sérstaklega þegar maður að berjast. Þá enginn að finna sig einan á jólunum. Halleluja, halleluja. Faðir, bara við lofum þér og þökkum þér Drottni fyrir náðina og miskunn þína Drottni. Við þökkum þér fyrir að þú elskar okkur. Þú elskar einn og sérhvern sem hér inni Drottni. Alla menn Drottni, án skilir. Og ég bið þig bara Drottni og þú meir í kvöld fyrir anda þinn í gegnum lofgjörðan okkar Drottni minn. Þessum yndislegu þjónu sem eru hér á sviðinu Drottni, að þú megir snerta við hjörtum okkar í kvöld. Burtum allan hroka og stolt Drottni og við opnum bara hjart okkar fyrir þér Drottni. Gerðu það sem þú vilt gera Drottni og það sem þarfa að gera í líf okkar Drottni. Taktu burtu kvíðan og óttan, settu frið og frelsi í staðinn Drottni. Taktu burtu myrkur Drottni minn og settu inn ljós þitt Drottni minn. Það sem ófriður verði friður Drottni. Það sem dauði, andlegu dauði verði líf, Drottinn. Við leggjum bænarefnin öll í þínar hendur, Drottinn. Það fjölskylda sem berjast út á ungun dreng sem í neyslu. Drottinn, þú þekkir þessa kringumstæðu, Drottinn. Við blessum allt þetta fólk og alla þessa aðstandendur sem komu saman á laugardaginn, Drottinn, á Austurvelli. Við bara blessum þessar mæður, eða feður, börn, Drottinn minn, foreldrar sem í neyslu. Drottinn, þú þekkir þennan sársauka, þú þekkir Drottinn hvað það að brjótast í Drottinn. Fólk sem þarf að fara í gegnum þessa óhugnulegu neyslu Drottinn án áfengis og fíkniefna. Drottinn minn, bara blessa þessa einstaklinga, við þakkum þér fyrir þessa einstaklinga Drottinn sem biðja fyrir okkur, biðja fyrir ættingi sínum Drottinn. En alltaf hrædd Drottinn að eitthvað sé að gerast. Við bara blessum Drottinn í Jesú nafni og ég bið þig Faðir minn að þú megir opna augu yfirvalda Drottinn fyrir þessum alvarlega hlut sem að þetta orðið í dag Drottinn, aðgerðarleysi Drottinn, úrræðarleysi Drottinn og vonleysi sem að koma inn og að grípa inn í Drottinn. Við biðjum líka fyrir konu sem búin að vera veik og COVID, Drottinn minn bara þú umvefur hana. Svo leggjum við hvert einasta bænarefni sem hér Drottinn í salmi það við lyftum þessu upp til þín. Enga hugsýki, við hreinsum þetta upp og lyftum þessu til þín Drottinn. Og þinn friður sem ræður öllum skilningi varðveiti hjarta okkar og hugsanir í þér Kristur Jesús. Við bara blessum samkomuna, blessum vitnisburðina sem komið hér á eftir Drottinn minn í Jesú nafni. Amen. Amen. Við ætlum að vera með vitnisburðu eftir og Natalía ætlar að stjórna því á eftir. Þau skulum fara undirbúa okkur, það er gott og það er bara skylda okkar að við komum áfram með vitnisburðun okkar, hvernig við fórum að því, hvernig Guð snerti við okkar lífi, hvernig við losnum við kvíðan og óttan, hvernig við losnum undan fíkninni. Þannig að gerið ykkur tilbúin til þess að koma yfir svona stutta vitnisburði, gott að fá að heyra í öðrum og uppörvast í því sem Guð er að gera. Svo ætlum við að taka samskot, föturnar fá nú kannski ganga hérna, svo er pósinn aftast, takk fyrir hvað þið verið yndislega góð. Núna síðustu mánudag stiðu við bakið á starfinu, við þurfum að borga fyrir að vera hér og það er alveg í góðu lagi. Við samt þakklátt veginu fyrir bara, það er svo stórkostlega að fá að vera hér. Hérna er United á svona heima hérna, við vorum átt að í gegnum tíðina alveg frá því við stofnuðum það í byrjun. Það voru alltaf verið svona heima að koma hingað og við blessum kirkjuna hér líka. Þannig að endilega bara takið þátt í samskotunum og síðan held ég, það er nú ekkert reikningsnúmer hérna, en þið getið fengið það uppið yfir. Bara Guð blessi ykkur, Guð elskar glaðan gjafara. Amen.
Promise keep
lausnari, halleluja. Halleluja, þú stendur við þau lofur sem þú gefur Drottinn Jesús. Halleluja, þú ert hinn sami í gær og í dag eilíf Drottinn Jesús, halleluja. Takk Jesús að við getum haldið fast í, halleluja, í lofur þitt Drottinn Jesús, halleluja. Takk Jesús að þú ert alltaf með okkur, munt aldrei yfirgefa okkur Drottinn Jesús, halleluja. Heilagur, heilagur, heilagur Jesús, halleluja, halleluja, halleluja. Jesús, við lofum þitt, halleluja. Við lofum nafn þitt, Drottinn Jesús, fyrir það hver þú ert, Drottinn Jesús. Halleluja, 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 Jesús. Halleluja, halleluja, Jesús. Heilagur, heilagur. Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is set rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, this
Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Gefum honum nokkrar mínútur í viðbót, halleluja. Gefum honum okkar halleluja. Aðeins þú, Jesús. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands, praise you again and again. All that I have is a hallelujah, and I know it's not much, I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Syngjum einu sinni. Throw up our hands, praise you again and again. Hallelujah, and I know it's not much, I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Amen. Takk Jesus, halleluja. Halleluja, takk Jesus, við höfum frelsið til þess að lofa þig, halleluja. Og við fáum að koma saman og lyftum þínu nafni, drottinn Jesus, halleluja. Ég þakka þér Jesus, halleluja, þú ert hér mitt á meðal okkar, halleluja. Takk fyrir að koma og mæta okkur, drottinn Jesus, halleluja. Því án þín, þá er þetta ekki neitt, halleluja. Við þurfum þína nærveru, halleluja, og þína dýr, drottinn Jesus. Og við þökkum þér, Jesus, fyrir að þar sem tveir eða þrír eru samankomnir í þínu nafni, að þar ert þú mitt á meðal, halleluja. Við lofum þitt nafn, halleluja. Elsku Jesus, takk Jesus, halleluja. Amen. Vá, frábær lofgjörð. Takk Jesus. Yndisleg lofgjörð, yndisleg nærvera. Og
Ég man þegar ég var á þessum stað því ég hafði ekkert nema bara bað út höndunum og bara spurja Guð, ertu hérna? Ég var einu sinni á þessum stað og það bankar svo hjarta mitt að segja þetta því að ég hafði lært faðirvorið þegar ég var lítil og ég vissi bara ekkert hvað ég átti að gera. Vanlíðan mín var svo mikil, myrkrið var svo mikil og ég var svo týnd og ég var heima hjá mér, bjó í pínu lítilli svona leigu bílskúr sem var búið að innrétta stúdíóíbúð og sængi mín var ónýt þannig ég var með eitthvað svefnpoka, þú veist, það var allt eitthvað svona og ég alveg bara Guð, faðir vor og ég fór með faðirvorið og ég mundi það ekki alveg og ég man að ég var lítið það var mér sagt ég þyrfti að fara með faðirvorið svo ætti ég ekki að segja neitt og fara að sofa og ég náði ekki að klára það af því að ég mundi ekki hvernig faðirvorið var. Ángist mér var svo mikil og ég fór margoft byrjað ég verð að muna þetta og svo sofnaði ég bara út frá þessu og nokkrum dögum, vikum seinna þá ég komin inn á leikrit sem að ég hélt að væri eitthvað bara rosa sniðugt leikrit mér var boðið og þar var boðskapur Krist. Það var verið að sýna munin á lífi fyrir og eftir Krist og ég var svo hissa, þetta var reyndar í kirkju en þetta var ekki á sunnudegi og ég vissi ekki að það væri svona leikrit og ég var svo uppnumin að ég bara, ef þetta satt, ég fekk að heyra boðskapinn og ég tengdi svo við þetta líferni, ég tengdi svo við þessa líðan sem að var að ganga án Guðs á þekkjan ekki og svo kom atriði þar sem að Guð kom inn í líf fólks, orðið var talað og eins og þegar vorum að syngja þetta áðan að hver í raun og veru hann? Orð hans bregst ekki þótt að himinn og jörð segir í Biblíunni, þótt að himinn og jörð munu líða undir lok, þá munu orð mín aldrei undir lok líða og hvatningi var alltaf þetta að standa á orðinu og ég alveg bara hvað meiniði með því, ég skildi ekki hvað að standa á orðinu en þarna þá heyri ég fagnaðarerindi, ég heyri þessar góðu fréttir Krist og hver hann og af hverju við komum inn í hana heim og af hverju eigum við að taka við honum, af hverju hann þessi eini sanni vegur, þú veist, hvað, ég skildi þetta ekki. En ángist mín var svo mikil að ég hugsaði bara, ok, ég á það ömurlegum stað í dag að ef þetta satt sem að þau eru að boða, þá er þetta vegurinn sem ég vil. Þá er þetta leiðin sem ég ætla að fara því ég hef engu að tapa. Líðan var bara þannig, ég var týnd. Alveg eins og bara, þú veist, við þurfum öll að taka þetta val, við þurfum öll að velja, við fæðumst inn í hérna heim, lífið gerist og ástæðan fyrir að allt þetta er að gerast í heiminum er að því að við búum á þessari jörðu. Og við þurfum að velja hann til þess að ganga þennan veg með honum. Og ég sagði bara já takk. Ég sat í sætinu og þarna eignaðist ég heilagan anda. Ég vissi það ekki þá. Ég bara trúði, sagði bara já takk, trúði mér hjartanu og fór með þessa bæn, ég fór ekki fram. En svo bara kom nýr dagur og ég svo sem vissi ekkert meir þetta, en smátt og smátt þá kynntist ég fólki í kirkjunni með boðið, þau voru alltaf að fara á samkomur á föstudögum einhvers staðar og ég bara, hvað þið alltaf að fara á föstudögum og ég kom með bara já, það var ekkert verið að segja mér eitthvað beint frá því, ég var bara eitthvað forvitin og hungruð
og þannig byrjaði bara mín ganga og ég hætti að drekka, ég hætti að reykja og ég bara það bara snerist algjörlega við lífið mitt og ég bara fór í annan félagsskap. Ég hafði ekki lengur samleið með félagsskapnum sem ég var í. Ég hafði ekki samleið lengur. Ég elskaði þetta fólk og ég þótti vænt þessa vini mína og þau voru bara, hvað eiginlega komið fyrir þig? Ég bara hætti að drekka, ég hætti að djamma, mér langar þetta ekki af því að ég vissi líka og ég sagði líka, það hlýtur að vera eitthvað meira heldur en þetta, streða fyrir einhverju svona vanlíðan og en allavega ég hafði ekki samleið, kynntist bara öðru fólki í kirkjunni og ég hef bara ekki farið síðan. Það sem ég hef alltaf gert að fara á samkomur, vera í alls konar þjónustu, alltaf í einhverju þjónustu, öll þessi ár. Ég bara get ekki, þetta er eins og heimilið mitt. Þegar ég heima hjá mér, þá best þegar allir taka þátt. Allir búum og allir vasku upp og allir geri eitthvað. Og þannig það í kirkjunni, í húsinu, þar sem við hittust og fögnum. Við fögnum og þetta veisla og við tökum þátt í veislunni og ég hef bara alltaf einhvern veginn haft þetta að þjóna og hina dagana þó hefur ekkert alltaf verið þannig að læra því ég byrja að lesa, mér fannst erfitt að byrja að lesa og mér fannst erfitt að biðja og stundum, mér fannst bara hundleiðilt að biðja stundum og að því mér fannst ég ekki kunna þetta en þetta bara eins og að læra nýtt tungumál og það erfitt að læra nýtt tungumál og þetta bara líka eins og segir í orðinu að við erum eins og unga börn þegar við tökum á móti honum, við erum bara svo ný sköpun, við erum bara nýfædd, andinn okkar verður bara nýfæddur og það bara erfitt, þú veist, unga börn, ef pæli í þessu, þau bara gráta og þau geta ekki gert neitt og það þarf að hugsa þau og svo þurfa þau að fara, svo stækka þau og þá, þú veist, þá farum við yfir í fasta fæðuna og það alveg eins og með þessa göngu að það verður bara, við lærum meira og meira og allavega þetta hefur bara, lífið hefur gerst oft bara verið erfitt en það bara þessi friður, þetta öryggi, hann alltaf með mér. Það segir í orðinu og mér langar áður en að næsti vitnisburður kemur upp að lesa í Kólusarbréfinu. Páll var í fangelsi þegar hann skrifaði til Kólusamanna. Hann hafði ekki hitt þá, en hann hafði heyrt af þeim. Og hann var svo uppörvaður að heyra og hann skrifar sem eru trúuð og helgu systkini í Kristi. Hann segir, náð sé með yður og friði frá Guði föður vorum. Og Páll segir, og ég las þetta eins og hann var að skrifa þetta til mín, því hann hafði aldrei hitt mig heldur. Ég þakka Guði föður drottins, vor Jesú Krist, ávallt ég bið fyrir ykkur. Og þetta sem hann talar hann bað fyrir okkur. Hann bað að Kristur mætti breiðast út allan heim og hér ég í Reykjavík að lesa það. Ég bið fyrir ykkur, ég hef heyrt trú ykkar á Krist Jesú og kærleikann sem þið berið til allra heilagra vegna vonar það sem þið eigið geymt í himnum og þið hafi áður heyrt í orði sannleikans fagnar erindinu. Það ekki aðeins komið til ykkar heldur alls heimsins og ber ávöxt og vext eins og það hefur líka gert hjá ykkur frá þeim degi þið heyrðu það og sannfærist náð Guðs. Þetta skrifað til okkar. Svo kemur hið sama hafið þið og numið Epafrasi elskuðum samþjón okkar sem eru trúrþjóð Kristi ykkar þá hann hefur og sagt okkur og kærleika ykkar sem andinn hefur vakið með ykkur. Frá þeim degi ég heyrði þetta hef ég ekki látið af að biðja fyrir ykkur. Ég bið þess að Guð láti anda sinn og ég trúi því og ég bið fyrir ykkur á hverjum einasta degi með bænabók og það United og allir sem koma þangað. Ég veit að Óli búin að gera það líka og þetta bara,
eins og hann segir, Páll, hérna, frá þeim degi ég heyri þetta hef ég ekki látið á að biðja fyrir ykkur. Ég bið þess að Guð láti anda sinn auðga ykkur og þekkingu á vilja sínum með allri speki og skilningi, svo að þið breytið eins og Guði líkar og þóknist honum á allan hátt, að þið beri ávöxt með hvers kyns góðum verkum og vaxið að þekkingu á Guði. Hann styrki ykkur á alla lundir með dýrðarmætti sínum, svo að þið fyllist þolgæði í hvívetna og umburðarlyndi og geti með gleði þakka Föðurnum sem hefur gert ykkur fært að fá arfleið heilagra í ljósinu. Hann hefur frelsað okkur frá valdi myrkursins og flutt okkur yfir ríkið síns elskaða sonar. Í honum eigum við endurlausnina og fyrirgefningu synda okkar. Kristur, hann ímynd hins ósýnilega Guðs. Við sjáum ekki Guð. Frumburður allra sköpunar. Hann fyrstur. Enda var allt skapað í honum, í himninum og jörðinni, hið sýnilega og hið ósýnilega, hásæti og herradómar, tignir og völd. Allt skapað fyrir hann, til hans. Hann fyrr en allt og allt á tilveru sína í honum. Pælið í þessu. Og hann höfuð líkamans. Það alltaf verið að tala um það svo mikilvægt að hafa höfuð. Þú veist, faðirinn höfuðið á heimilinu. Það þarf alltaf að vera einhver yfir, framkvæmdastjóri sem hefur þessa yfirsýn. Hann höfuð líkamans. Við erum líkami Krists, kirkjunnar. Hann upphafið, frumburðurinn frá hinu dauðu. Pælið í þessu, frumburðurinn frá hinu dauðu. Þannig skyldi hann vera fremstur í öllu, því að í honum þóknaðist Guði að láta alla fyllingu sína búa. Pæli, í honum þóknaðist Guði að láta alla fyllingar, öll fylling í Kristi, og láta hann koma öllu í sátt við sig, öllu bæði á jörðu og himninum. Pældi í þessu, bæði á jörðunni og himninum, með því að semja frið. Hann samdi frið með blóði sínu úthelti á krossi, og það þýðir að hann dó fyrir mig, og hann búinn að semja minna frið, og það okkar að taka við því. Og ég veit að hér inni í kvöld eru vitnisburðir sem að hafa þessa sögu að segja. Þannig að hver hér sem að finnur þetta banka á hjarta, sem hefur eignast þetta að Guð hefur umbreytt lífið þínu og vill deila því með hér okkur í kvöld, því að við eigum að deila því sem Guð hefur gert fyrir okkur. Það kveikir von, það kveikir líf til annara. Já, dásamlegt. Komið sæl, kæru vinir, ég heiti Aron og ég alkoholisti og hermaður Guðs. Mér langar að deila stuttlega með ykkur hvernig Guð bjargaði lífi mínu fyrir 27 mánuðum síðan. Ég lá í dópgreni eftir misheppna sjálfsvígstilraun og ég heyrði svo sterkt í Guði. Hann spurði mig, Aron, viltu lifa eða viltu deyja? Og ég stend úr þessu partíi og svara Guði, ég vil lifa. Keyrði heim til mín, fór á hnén og bað Guð og tók ákvörðun að ég ætla að fylgja honum. Og tók ákvörðun, kæri vinir, að ég ætla að fela líf mitt og vilja umsjón Guðs, og þaðan fæ ég kraftinn. Ég var ekki að þora að koma hérna upp, Óli nefndi þetta áðan, það alltaf þessi ótti, en við þurfum að losa okkur við hann ótta, og það hægt með Guðs hjálp, og það eingöngu fyrir náða Guðs að ég sé edrú. Takk. Hérna stöndum að fætur og komdu Aron, ætlum að biðja fyrir lyftum höndina að honum og biðjum Drottinn. Ég þakka þér fyrir Aron, takk fyrir að þú talar til hans, takk fyrir að þú hefur áætlun með líf hans, Drottinn. Takk fyrir að þú blessar hann og ert að kenna honum að vaxa í þekkingu og bara af anda og huga. Takk fyrir Drottinn minn að þú kennir honum að hafa hugafar Krists, hjálpa honum að göngunni. Takk fyrir að þú verndar hann og umvefur hann, og
takk fyrir allt það sem að þú átt eftir að gera í lífi hans Jesús. Í Jesú nafni. Amen. 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 Ásamlegt. Guð engin hlutur megn. Ykkur annar? Já. Gjörðu svo vel, bara næsti. Ekki einhver með svona banki í hjartanu? Já, maður á að hlýða þessu banki. Amen. Hæ, Danna er alkoholisti og manneskja í vinnslu. Ég megi ekki fara upp á sviðið af því að ég er ótrúlega verkjuð líkamlega. En ég er ennþá að stíga með fyrstu skref hérna inni og það var hann Gulli sem fékk mig til að koma á fyrstu samkomuna mína og þá fann ég bara að það var loksins komið eitthvað í hjartanu mínu og það var ótrúlega skrítin tilfinning. Síðustu 2 ár hafa bara verið ótrúlega erfið. Ég hef misst barnsföður minn. Ég er búin að missa 4 hvolpa núna yfir helgina af goti sem ég var með. Ég fékk flogakast í nótt, en ég er samt hérna. Og þú veist, ég mun alltaf koma hingað þegar ég mögulega kemst. Þú veist, ég ætti að vera heima sofandi, en ég hef ekki tíma til þess. Og þú veist, mér langaði ekkert að koma upp, en það var eitthvað í hjartanu mínu sem sagði mér bara að koma upp og stíga inn í óttan. Og það hjálpa mjög mikið þessi ljós að maður sér ekki raskat. Afsakið orðbragðið. En bara mæli með því að koma og opna ykkur af því að það er alltaf hægt að fela sig, en það þarf sannar hetjur til að koma hérna, hvort sem þið farið upp á sviðið að standið hérna niðri og leyfið bara hópnum hérna inni að hjálpa ykkur í gegnum erfiðu tímana, að frelsa ykkur og hjálpa ykkur að finna ykkar vegferð í átt að hamingju. Takk fyrir mig. Ásamlega. Lyftum hendurna átt að Önnu. Faðir, bara þökkum fyrir Önnu, Drottinn minn. Takk fyrir það sem þú ert að gera í hjarta hennar. Takk fyrir allt það sem þú ert að sýna henni, Drottinn minn. Takk, Drottinn minn, að þú elskar hana svo mikið og hún er svo dýrmæt í þínum augum. Takk fyrir að þú ert að móta hana, Jesús. Og ég bara leys út áframhaldandi sigur og kraftin í líkama hennar. Tala heilbriðin í líkamann, fullkomna lækningu og líf, Jesús. Við brjótum allt það sem á ekki að vera, allt myrkur og allt það sem er að hrjá hana. Við brjótum það í Jesú nafni og áköllum þig, Drottinn, að flæða með líf og lækningu inn í alla hennar líkama. Hvern krók og kima, taugar og frumu í Jesú nafni. Blessa hana og styrta hana í Jesú nafni. Takk fyrir að þér er engin hlutur megn. Amen. Halleluja. Þetta einmitt byrja bara svona. Það byrja bara, við stígum fram, við þorum ekki og við bara gerum þetta. Ég er bara búin að gera þetta allan tíman. Ég þori aldrei neinu, ég bara gera það samt. Er ykkur annar? Það eru 2, dásanlegt. Þú kemur eftir, Alex. Þetta er Gulli og alkoholisti. Já, ég er í skopað þetta. Og það er sko ekki mér að þakka. Það er Guð að þakka. Ég á langa ógeðslega neyslusögu að baki og ennþá verri glæpaferil. Og mín æska hefur einhvern veginn snúist bara glæpi og dóp og já, ég kem á brotnu heimili og en það sem að tengdi mig við Guð var alltaf að mamma fór alltaf í svona heimahópa og ætli ég sé ekki að ég er ungur þegar ég fer þar með henni og fer alltaf með þessa barnatrú einhvern veginn, ég fór í sunnundagsskóla, fór alltaf með þessa barnatrú einhvern veginn í gegnum lífið og svo er það einhvern veginn í allri þessi baráttu hjá mér að
Búinn að missa systur mína úr þessum sjúkdómi. Bróðir minn að berjast. Ég búinn að vera að berjast. Ég búinn að missa fullt af fólki úr þessum sjúkdómi. Og 2020, september 2020, þá fullt af áföllum búið inni á mér og mér búið á kristilegt námskeið og ég hafði ekkert efnaði og mér var sagt að samt að koma þegar mér væri ætlað að vera þar. Ég fer stíginn í 8 og viti menn einhvern veginn þá breytist líf mitt og ég fer að reyna að vera sá maður sem að Guð vill að ég sé. Búið að ganga á ýmsu síðan þá og mikil barátta við þennan Bakkus og þennan fíknidjöful. Búin að vera mörg ár í fangelsi inn og út meðferðum. En alltaf einhvern veginn eftir september 2020 og þá einhvern veginn ég samt búin að vera að reyna og ég er búin að vera að leita hans mikið. Af því að ég alltaf búin að vera í mínu vilja, alltaf. Hvert hefur það skilað mér? Í neyslu, dóp, afbrot, glæpi og bara algjört helvíti. Að vera í fangelsi, sviptur frelsi, það bara ekki neitt með við að vera þræll fíknarinnar. Ofurseldur fíknefnum og gera allt til þess að verða sér út skamt. Í fyrra, eftir þá missi ég móður mína. Eitt af erfiðasta sem ég hef nokkurn tímann upplifað. Fyrsta sem ég gerði var að detta í það. Þarna var ég að berjast við að reyna að vera edrú. Ég var búinn að vera að berjast við að komast í samfélagsþjónustu vegna fyrri brota. Og það gekk brösulega og erfiðlega. Tókst það samt einhvern veginn með ótrúlegum, bara dugnaði að reyna að vera edrú. Fekk fullt af meðmælum, bænasvörum og samt var það ekki nóg einhvern veginn. Ég dett í það og brýt allt, brýt skilorð, brýt reynslu, samfélagsþjónustu reynsluna og kallaður í afplánun. Og þegar þú ert búinn að vera kallaður ákveð oft inn í fangelsi, þá einhvern veginn lendur á þeim stað að þú færð engin tækifæri til þess að bakka út af því þegar það búið að kalla það inn. Ég berst, bið til Guðs, leita hans mikið fyrir meðferð, kemst þar inn eftir 3 mánuði að berjast við að reyna að komast þangað inn. Gafst upp á öllu einhvern veginn, lífinu og öllu þegar ég labbaði þar inn. Ég var svo fegin, ég var búinn að vera edrú í 2 mánuði þegar ég labbaði þar inn, búinn á líkama og sál. Gafst upp á að reyna að tala við fangelsismálastofnun að fá að sleppa því einhvern veginn, að fá bara neitt tækifæri því að ég átti ekki skilið einu sinni. En viti menn, Guð er ekkert megn. Ég labba út meðferðinni, ekki á leið í samfélagsþjónustu, en það var svona eitthvað búið að gefa í skyn af því að ég sótti ekki einu sinni það, því að ég stóð mig bara það vel í meðferðinni að ráðgjafarnir sáu eitthvað í mér. Þeir töluðu mikið að ég væri svo mikill Guðsmaður að þau ákveða að reyna að hjálpa mér. Ég fæ tækifæri á að sækja samfélagsþjónustuna og mér veitt hún. Þrátt fyrir að vera með 3 mál í kerfinu, brot og skilorði, búið að kalla mig inn í afplánun. Ég átti aldrei séns á að fá að fara í samfélagsþjónustuna. En Guð sýndi mig það að það er möguleiki því að ég fekk að fara í samfélagsþjónustuna og kláraði hana fyrir 2 vikum síðan. 920 tíma. Og á aðfangadag næstkomandi, ef Guð lofar og ég veit að hann gerir það og ég held áfram að fylgja AA-prógramminu og fylgja Guði, þá mun ég ná 16 mánuðum edrú. Takk fyrir. Takk, Jesús, vá. Þvílíkt kraftaverk.
lyftum hendum að Gulla og byggjum fyrir honum. Drottin, við bara þökkum fyrir Gulla. Takk fyrir bara svörin öll. Takk fyrir það á þeim stað sem að þú hefur sett hann, Drottinn minn. Ég byggi bara að halda áfram, hann mætti fá þig þekkt þig ennþá meir, Drottinn, og vaksa í þekkingu og í verkum og bara að flæða í þér, Drottinn minn. Takk fyrir lífið sem þú gefið honum. Takk fyrir að þér engin hlutur megn. Takk, Drottinn minn, fyrir vernd þín og varðveislu og byggjum að ryðja brautin hans áframhaldandi í Jesú nafni. Amen. Amen. Mér langar að segja hans við Gulla, fengi að fylgja hún svolítið í gegnum þennan tíma og ég trúi því að þegar að það sem hann sagði, hann gafst algjörlega upp og gaf Guði allt og tækifæri gripinn í hans líf til þess að taka á móti fyrirgefningu Guðs fyrir þessi líf sitt, en það gat hann aldrei gert af því hann gat ekki fyrirgefið sjálfum sér fyrir það sem hann var búinn að gera og gangi í gegnum, og það er það sem við erum kannski svo mörg að berjast í okkur, við finnst við ekki vera verðug. Ég man því að ég var að biðja fyrir ykkur í gegnum árin alltaf, og það kom alltaf sömu hlutin sem Guð talaði til mín. Þú verður að fyrirgefa sjálfum þér. Við gerum stundum hluti sem eru, og það bara grefur okkur einan, við getum bara ekki, maður missir andan þegar maður hugsar það sem maður hefur gert í neyslunni. En Guð getur tekið þessar hluti, alveg eins og hún var að segja áðan hún Arnrún í lágkjörunni, hann getur tekið þessa erfiðleikann okkar og hann snúið við og það getur orðið vitnisburður fyrir aðra. Og það er það sem maður verið að gera. Og þessi unga stúlka sem var sem Gulli bauð, að það er svo gaman að því að ég baði svolítið fyrir þessari stelpu fyrir svona 2 ára síðan að því að ég var að vinna með mömmunar, eða það var svona alveg óvænt, og svo var hann allt í mætt og það er svo yndislegt að fá að sjá hvernig Guð er að starfa. Og þegar við biðjum, það er kraftur í bæninni og bara áframandi blessun, Gulli, þú ert algjör hetja, þú ert alveg eins og ég og fyrstu upplifið það að maður var einskisvirði og það var líka komið þannig fram við mann líka þegar maður er í neyslunni og hunsa, við vorum að ræða þetta inn á bæjarstundin áðan, það er ekki hvernig við lítum út og hversu mikið dóp við erum búin að setja í okkur, heldur á bakvið augun sem þú horfir í er hjarta, holdi og blóði, væntingar og vonir fyrir lífi sem er að hverfa og verða engu, og það er akkurat þetta fólk sem við þurfum að bera okkur niður til. Við þekkjum öll eitthvað sem hefur látist af þessum sjúkdómi og alltaf segi ég, hefði ég geta gert eitthvað meira, hefði ég geta gripið inni, var ég að dæma eða var ég að elska? Þú veist, og við elskum fólkin í Guðsríki, það er sem það er að gera. Amen. Og það er eitt vers og ég held áfram í Kólusarbréfi 1:23, því þetta er framhaldinu áðan og talar inn í bara kringustæður okkar. Ykkur sem voru áður frá hver Guði og óvinveitt í huga og vondum verkum, hefur hann nú sætt sig við sig með dauða Krists í jarðneskum líkama. Hann lætur ykkur koma fram fyrir sig heilug og lýtalaus. Pælið í þessu. Þegar við komum til hans, af því það sem hann er búinn að gera á krossinum, þá lætur hann okkur koma fram fyrir sig heilug og lýtalaus, óaðfinnanleg, og svo kemur þetta ef. Ef þið standi stöðug í trúnni, á föstum grunni og kvikið ekki frá von þess fagnaðarerindis sem þið hafi heyrt og boðað hefur verið öllu sem skapað er í heiminum. Pælið í þessu. Við þurfum að standa stöðug í trúnni á þessum fasta grunni, kvika ekki frá von þess fagnaðarerindis sem við höfum heyrt. Við erum búin að heyra oft hér predika fagnaðarerindi. Halleluja. Og þetta hefur það sem við höfum heyrt og boðað hefur verið öllu sem skapað er í heiminum. Þannig að við erum búin að heyra og þetta er svona hvatning að halda í það, í vonina, í trúna. Amen. Var ekki Alex? Gjör svo vel. Já, hæ. Já, ég raunin bara elti bankið og bara ákvað að stíga einhvern inn í óttan. Ég heiti Alex og er alkoholisti og nýsköpinn í Kristi. Og já, ég er ótrúlega þakklátur fyrst og fremst fyrir þetta starf hérna. Og þetta starf hefur einhvern veginn alltaf tekið við mér aftur og aftur og þú veist, og ég var ekki velkominn hvar sem er og núna einhvern veginn, ég var edrú sem sagt í 7,5 ár og fylgdi Guði bara
mest megnis á tímanum og bara hann styrkti mig ótrúlega mikið og einhvern veginn ruddi veginn einhvern veginn fyrir mig og svo seinasta 1,5 ári ég detti í þarna sumarið 2022 og þetta búið að vera ótrúlega erfið fæðing síðan og mikið myrkur og mikið, þú veist, mikið gengi á og bara mikið rugl og þú veist, og það bara einhvern veginn kraftverk að ég sé hérna bara lifandi, þú veist, eftir allt þetta dót og þú veist, ef það væri ekki fyrir náguðs og einhvern veginn og bara fyrir ykkurinn inni og fleiri sem hafa komið einhvern veginn að lífi mínu, þá bara, þú veist, þá væri ég ekki hér, þú veist, og bara, ég er ótrúlega þakkláttur einhvern veginn, ég var ótrúlega bara mikið haldinn á kvíða, þunglindi og hugsunarvillum, ranghugmyndum og þú veist, og í dag, þú veist, þetta er bara ótrúlegt, ég get bara borið höfuðið hátt og bakið, þú veist, beint einhvern veginn í hvaða aðstæðum sem er og þú veist, og ég finn það svo skýrt og skorinort og Guð er einhvern veginn með mér í öllum kringumstæðum og þú veist, og núna bara bráðum eftir 4 mánuði, þú veist, ég bráðum að verða edrú í 4 mánuði sem bara, þú veist, ég hef ekki náð þessum tíma síðan bara ég datt í það eftir tíman sem ég náði daginn og já, þetta er bara, þú veist, ég er ótrúlega þakkláttur einhvern veginn fyrir þetta, þú veist, hann er með mér bara allstaðar, þú veist, og ég bara finna svo skýrt hvað þetta er einhvern veginn öðruvísi núna, þú veist, og bara, já, mér þykir bara ótrúlega vænt að hafa kynnst mínum Guði aftur upp á nýtt og bara, þú veist, já, ég veit ekki rauninni hvað meira að segja, ég er ótrúlega stressað hérna og bara, já, takk æðislega fyrir mig. Lyftum höndum að Alex og blessum hann. Faðir, ég bara þakka þér fyrir. Takk fyrir Drottinn minn hvernig þú sérð hann. Takk fyrir að þú sér hann dýrmætan. Bara með skilyrðislausum kærleika hefur að elska hann og bara gefi honum allt það sem hann þarfnast, Drottinn minn. Þú skapaðir með öllu því að taka við öllu því sem að þú hefur fyrir hann, Drottinn. Og við bara leysum yfir hann, Drottinn minn, áframhaldandi þær gjafir sem þú sett innan með honum að þær mætti fá að vaxa og styrkjast á allan hátt, Drottinn minn. Að hann mætti styrkjast á andlega og líkamlega, Drottinn minn, og takk fyrir að þú hefur fyrirgefið honum. Takk fyrir, Drottinn, þú hefur reist hann við. Takk fyrir að þú tekið hann úr myrkrinu yfir í ljósið og þú styrkir göngu hans dag frá degi, Drottinn minn, að því þú ert svo stór og mikil. Takk fyrir, Drottinn minn, að við erum ekkert án þín og hann er algjör vitnisburður um það. Án þín er hann ekki neitt, en með þér hefur hann risið upp á ný og inn í bara krafti og ég trúi, Drottinn minn, að þú leiðir hann skref fyrir skref, Drottinn minn. Takk fyrir að þú sleppir aldrei á hann hendin en ég yfirgefur hann. Í Jesú nafni. Amen. 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 Yndislegt. Við konurnar, við viljum vera hérna niðri. Mér langar að segja við þið, bróðir, hvað heitir hann, Alex? Áðan, þegar þið voruð að syngja, það er ekki oft sem ég heyri fólki syngja í kringum mig. Þið voruð að syngja Victory, sigur. Vitið það, ég fann það í anda mínum, það er sigur á leiðinni, strákar. Það er svo mikil sigur á leiðinni, það er svo mikil blessun, bara veriði staðfastir. Mér langar að lesa fyrir ykkur, ég nefnilega las á Facebook að þið vitnisburðir og ég sagði Drottinn, ef þú vilt að ég segi eitthvað, þá bara verður svo. Og mér fannst ég ætti að taka hérna með mér. Þetta er svona, þetta var plakkat sem ég eignaðist einu sinni og þetta er mjög uppörvandi þegar við erum að ganga gönguna með Guði. Stundum gengur okkur ofsalega vel, við erum svo blessuð, stundum erum við svo langt niðri að við höldum að bara Drottinn hafi gleymt okkur. Kannist þið við þetta? Eða ekki? Nóttina dreymdi mann draum. Honum fannst hann vera á gangi á sjávarströnd með Drottni. Atburðir úr líf hans birtust honum hver af öðrum og hann sá lífshlaup sitt eins og spor í sandinum. Við hlið fótspora hans voru önnur, fótspor sem voru fótspor Drottins. Þegar síðustu sporin hurfu í sandinum leit hann öxl. Hann tók eftir því að sumstaðar voru bara ein spor í sandinum. Og það var á erfiðustu tímum lífsans. Dapur í bragði mælti hann: Drottinn, þegar ég ákvað að fylgja þér, sagðistu að þú myndir
gangað með mér allan lífsins veg. Hvernig gastu? Skilið mig eftir einan þegar ég þarfnaðist þín sem mest. Drottinn svaraði og sagði: barnið mitt, ég elska þig og ég yfirgef þig aldrei. Á erfiðustu stundum lífsins þar sem þú sérð aðeins ein spor í sandinum, þá var það ég sem bar þig. Og vinir, hann segir í orði sínu: ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar, ekki bara þegar okkur líður ofsalega vel, líka þegar okkur líður illa. Ég er búin að vera frelsuð í 40 ár og á göngunum minni með Guði, ég var nú svo lánsum að ég er ekki alkohólisti en ég er sykurfíkill, minnst nammi alveg rosalega gott. En það er eyðileggi bara fyrir sjálfri mér. Og náttúrulega alkohólistin gerir það líka, en hann dregur alla með sér inni. Ég þekki alkohólisma og þekki bara í minni fjölskyldu. En vinir, það er að koma jól og bæn minni súfu mig öll, halda gleðileg jól. Og biðjum fyrir þeim sem eru fyrir utan, geta ekki haldið gleðileg jól. Höldum fast í Jesú. Látum ekki depurðina og kvíðan, það er fullt af fólk sem kvíður fyrir jólunum. Látum ekki kvíðan sigra ljósið og gleðina í Kristi. Og strákar, eigið þið biblíur? Vantar þið biblíu? Vantar þið biblíu? Standið upp ef ykkur vantar biblíu. Vantar ykkur ekki biblíu? Dýrse Guði. En ef ykkur vantar biblíu sem er leiðarbókin, talið þá við mig. Því að biblían eins og Natalie var að segja, hún er nefnilega stelpu sem heitir Viktoria, að ef við lesum bara smá, biðjum bara smá, þá einhvern veginn, þá verðum við ástfangin af þessu orði. Og þetta orð segir okkur hvert við erum að fara, og fyrirheitin eins og þetta: ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Allt samverkar til góðs fyrir þá sem Guð elska. Guð elskar alla menn, en ef við elskum Guð, ef við elskum Jesú, þá samverkar allt okkur til góðs. Öll ykkar óregla, allt þetta ömulega í lífinu, sem þið alveg svitnið yfir þegar þið hugsaðum það, af skömm, það mun verða ykkur til góðs, eitt góðan veðdag. Hann segir það. Og ætlum að standa á því. Gangi ykkur vel. Jæja, þá erum við komin að enda þessara samkomu og við ætlum endilega bara enda með bæn. Og ef einhver vill fá fyrirbæn, þá verða fyrirbiðjendur. Þannig að við skulum bara standa upp. Faðir, við bara þökkum fyrir þessa stund. Takk fyrir alla þessa sögur þar sem þú hefur gripið inn í og komið með lækning og sigur, og við biðjum að halda áfram að vinna í einu og sérhverju hjarta sem er hér í dag, Drottinn minn, eða að horfa heima. Þú þekkir alla hluti, þú sérð alla hluti, þú skapaðir alla hluti og þú getur, Drottinn minn, hjálpað okkur öllum að ganga og rata inn á þinn veg, Drottinn minn. Mættu við fá þetta hungur í þig, Drottinn minn, og hjálpa okkur að fókus á þig í öllum aðstæðum, Drottinn. Takk fyrir friðinn, takk fyrir að þú leysir hlekki, takk fyrir að þú dregur okkur úr myrkrinu yfir í ljósið, og ég bara lofa þig fyrir þessa stund, fyrir allt það sem þú hefur gert fyrir okkur, allt það sem þú gerði fyrir okkur á krossinum, að þá getum við fagnað og glaðst þegar við horfum á allt það sem þú gerðir. Það er svo mikill sigur í því, Drottinn minn. Blessaði einn og sér hvernig hér í kvöld, Drottinn minn, og mættu við eiga góða hvíld í nótt í Jesú nafni. Amen. Amen. Mér langar líka að segja að ef þú ert hér í kvöld og hefur kannski aldrei stigið fram og tekið á móti Jesú Kristi inn í lífið þitt. Þetta er mjög einfalt. Þú játar með munninn og þú trúir í hjartanu Jesús er Drottinn, hann veit áður á krossinu fyrir syndið þína, fyrir afbrotið þín. Þá stendur að þú munt hólpinn verða. Og ekki fara hérna út á þess að koma hér fram, taka á móti Jesú Kristi inn í lífið. Leyf honum að umskera hjarta, leyf honum að
komið breytingar þar sem við erum búin að heyra hér í svona frábæri vitnisspörðum og fullt af þeim hérna í viðbót. Kannski næsta mánudag munum við hafa nokkra vitnisspörði líka. Af því það er svo mikið að við segjum frá. Við þurfum að, það er eigingirn að sitja á lausninni. Við viljum gefa hann áfram til annara. Við þráum að elska fólkin í Guðs ríki. Og ef þú ert hér í kvöld og vilt fá fyrirbæn og ef þú ert að berjast við eitthvað í þínu lífi, þá hvetjið til að koma þetta fram. Hér er yndislegt fólk sem að biðja með ykkur, algjör trúnaður, þið vitið það. Og ef þú vilt taka á móti Jesú Kristi inn í lífið þitt, játa með vörunum og trú í hjartanu, þá hvetjið til að koma fram og ég skal biðja með þér. Kannski ertu á þeim stað þú hefur verið í burtu eins og Alex minn hérna, yndislega sagði, í 7,5 ár í sigri og svo kemur höggið, af því að óvinnurinn, Satan, djöfullinn, höggormurinn sem fer til þess að stela, slátra og eyða. En Guð kemur til þess að gefa líf og líf í fulli gnægð. Og ég man eftir þessu orð gnægð, það er í Jóhannes 10:10 og ég á svona stóra bók sem heitir Strongs og þá getur maður farið svona og tekið orðið eitt og sér. Og ég man ekki hvort það voru 2 blaðsíður þetta eina orð gnægð. Og gnæðin og skýringin þetta er yfir öllu, það er ekki hægt að sitja neitt magn á það, hvað það er, þessi gnægð. Þetta er allt, þetta er bara yfir gnægð á öllum hlutum sem felst í þessu orði. Hann er til þess að gefa þér þetta líf, akkurat þetta líf. Og þessi vitnisbyrjun sem við erum búin að heyra eins og með Gulla minn, elsku Gulla. Og þú veist að það er bara, þegar óvinnur fyrir náð fólki, þá þurfum við að vera til staðar til þess að hjálpa fólki. Þetta fjallar að halda utan á hvort annað, elska hvort annað. Stundum getur verið rosalega þreytt og því að fólk dettur í það aftur. En vitið það, ég þekki bara rosalega fáa sem að náðu þessi fyrstu tilraun. Því miður, það er þannig. Vitið það af 6 eða 7 eða 800 mann sem eru á biðlistinni og Vog, 90% af þeim eru endurkomið fólk. Og það er mjög svo mikið að við höldum utan hvort annað, sérstaklega á þessum tímum sem lifum í dag, núna jólin að koma, að við biðjum fyrir hvort öðru, höldum utan hvort annað, bjóðum fólki í heimsókn, bjóðum fólki að borða með okkur, eiga samfélagið saman. Það er rosalega mikilvægt. Bara Guð blessi ykkur og varðið og komið fram í fyrirbænina. Það er eins og í lottói, en það er bara vinningur öllum miðum þegar maður letur biðja fyrir sér. Það er alveg sama hvað það er. Amen.